Ég valdi uppeldismenntunina af því að hún opnar svo rosalega margar dyr fyrir mér. Mér finnst gaman að vinna með börnum og það var svona uppálega sem ástæðan fyrir að ég fór í þetta. Svo bara kom það í ljós að það var svo margt annað sem ég langaði líka að gera og mér langar að vinna kannski í forvörnum eða vinna með börnum og úlingum að einhver leyti sem eiga einhver vandamál að stríða, vera ráðgjafi jafnvel eða sko fara bara þessum í blað og fréttamennsku, bara eitthvað allt annað. Þannig að það eru sko endalausar dyr og ég veit ekkert hvert ég á að fara. Í uppeldismenntunarfræði getur maður að fara í áframhaldandi nám þar sem maður getur orðið til dæmis kennari, námsráðgjafi eða talmeinafræðingur og svo ýmis fleira. Ég valdi uppeldismenntunarfræði vegna þess að mér langaði að vinna með börnum. Ég byrjaði öðru námi í háskólanum og fór svo út sem sjálfboðaliði til að vinna með börnum í fátækrahverfi Nairobi og þar ákvað ég að skipta yfir í uppeldisfræði þar sem ég geti unnið með börnum. Í uppeldismenntunarfræði er ótrúlega mikið val og það er bæði hægt að velja kúrsa hérna innan sviðsins og bara í sálfræði, félagsráðgjöf og í öllum háskólunum. Þannig að það eru rosalega margir kúrsar í boði. Félagslífið er rosalega fjölbreytt. Við erum með árshátíð, við förum á Laugarvatn og heimsækjum inn okkar á íþróttakennaskólanum Laugarvatni. Þau eru á mennta- og vísindasviði líka. Það eru vísindaferðir, keiluferðir, skíðaferð á Akureyri, Laugarvatn. Það er alveg nóg að gerast hjá okkur. Klifið er fræðslusetur, skapandi fræðslusetur fyrir alla, frá vöggu til grafar. Þetta er svona lifelong learning í hnotskurn. Og til okkar koma börn frá 3 ára aldri til eldri borgara. Við erum með námskeið fyrir félag eldri borgara og við erum með eitthvað fyrir leikskólabörn. Við erum svolítið bara allt sem snýr að menntun, hæfniþróun, eitthvað sem er skemmtilegt, auðga lífið. Það eru við sko. Gaman að segja frá því að ég var að hugsa um daginn hvað hefur nýst í náminu og það er eiginlega, allt námið er eiginlega búið að nýtast, hver einasti kúrs. Ég er búin að vera að tengja fræðin við praktíkina, ég er búin að vera að grúska í nýju námskránni og ég er búin að vera að spá í námsmati og fræðsluhönnun og búa til viðskiptamódel og þetta hefur einhvern veginn allt, hver einasti kúrs hefur nýst í uppbyggingunni.